Fyrst og fremst til hamingju með deildarmeistaratitilinn að verja hann. Þetta glæsilegur árangur að klára þetta 2 ár í röð. Já, það getur að vera. Þetta sumir segja ómerkilegur titill en ég held að hljóti að vera merkilegt að geta unnið hann og hvað þá snemma í mars. Einhver talaði um að þetta sé erfiðasti titillinn, þurfa að sýna mesta stöðugleika og svona til þess að klára þannig? Já, algjörlega, eins og sagði, við erum búin að tapa 2 leikjum og ennþá nokkrir leikir eftir en bara mjög gaman að tryggja okkur þetta núna og svona, nú getum við notað kannski næsta leiki í að slípa okkur bara ekstra vel saman og vera bara algjörlega að toppa þegar apríl og úrslitakeppnin mætir. Serían, fyrir tímabilið á umdeilanlega eru þið og KR 2 bestu liðin í deildinni, svona mannskaplega séð. Það lítur að vera líka gott mentali að klára þær 4-0 í völd. Já, horfandi tilbaka 4-0 í deildinni og 1-0 í bikar er samt mjög sárt ennþá allavega en ég tel að við eigum eftir að mæta þessu liði aftur og við erum búin að gera vel í þessum 4 leikjum og getum líka að nota það og höfum verið að nota það svolítið bara til að sjá hvað er að virka á mótum og svona hvað við getum verið að gera og svona svolítið, bara plan ahead eða þannig og þetta verður bara stuð þegar apríl kemur. Hverjum að búast í þessum síðustu 4 leikjum deildarinnar eftir að Valur er búið að tryggja sér? Já, við erum ekkert að hætta, við erum búin að tapa 2, við ætlum okkur ekki að tapa fleirum og eins og ég segi, við erum að nota þetta til þess að geta toppað þetta tíma og það þýðir ekkert að við séum þá að fara að slaka og þetta við frekar bara að fara að gefa í og þetta er svona skemmtilegasti tími körfuboltamannsins nálgast og við getum notað þennan tíma svolítið til þess að gera okkur bara algjörlega tilbúnar. Svolítið þægilegra kannski? Já, við stendum alltaf á þessum titli en maður er kannski ekki að tellja hvern leik, við vitum bara að það eru 4 leikir eftir og við verðum auðvitað að spila það og reyna að nota það til þess að græða eitthvað ekki bara til þess að þetta er eitthvað sem við verðum að gera. Til hamingju aftur. Yes, takk fyrir.